vera með þér, þér að baki og við hlið þér, allt í kringum, innra með þér, hann með þér, hann með þér, snemma á morgni, seint að kvöldi, þú kemur, þegar ferður, þú grætur, þegar gleðstu, hann þig styður, 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 hann þig styður. Jesus að þú gefur frið. Halleluja. Halleluja. Takk Jesus. Takk Jesus. Halleluja.
want your glory, Lord, more than anything else. Want your glory, Lord, more than life itself. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. I want your glory, Lord, more than anything else. I want your glory, Lord, more than life itself. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. I want to feel your touch, Lord. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. I want your glory, Lord, more than anything else. I want your glory, Lord, more than life itself. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory. Want your glory, Lord. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, you are so worthy of it all. So worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All these saints and angels. All these saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of
Hallelujah. Hallelujah. You are worthy. Þú ert verðugur, ó Guð. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Góðan dag, kæru tilheyrendur. Friður og náð Drottins veri með ykkur og yfir ykkur. Það stundum verið að gefa mér í skyn að jakkinn ekki alveg nógu vel hneftur eða ég þarf að passa mig. Það þarf að greiða augabrýrnar líka. En það er bara já, ég var að laga slaufuna. Það er gaman að sjá þetta. Ég man eftir einum í Betel í Vestmannaeyjum. Hann passaði mjög vel upp á að ræðutíminn við ekki of langur. Hann satt alltaf fremst að bekk, skemmtilegu kall og það var svona ákveðin tækni sem hann notaði. Við sem að þekktum hann, við skildum vel hvað hann átti við. Hann byrjaði svona þegar ræða var alveg nóg að segja amen núna, þá byrjaði hann hérna. Bara leita á klukkan það niðri. Svo ef að predikari skildi þetta ekki, þá fór hendin aðeins hærra upp. Svo ef hann skildi það ekki, þá var það alveg hérna upp sko, svo allur salurinn sá. Við höfum afskaplega gaman af svona skilaboðum, en þau eru líka nauðsynleg og í svona söfnu eins og hér í Keflavík, þá tek ég eftir að það eru svona skilaboð. Það er svona, og svo hérna og þannig að þetta er út um allt og ég veit að þetta er svona dæmi það hvað okkur þykir vænt hvert annan. Við viljum ekki að við lítum illa út. Við lítum að við séum svona sómasamlega ekki. Heyri með því. Amen. Og það er hluti af þessu sko sem að við þurfum að skilja við kallarnir þegar við fáum svona skilaboð frá konunum, þökkum fyrir þau. Þetta er vel mitt og þessi illa sagt. Það er svona. En við skulum aðeins, mér langar til þess að nota þennan dag í dag til að fara inn í þennan kafla sem við vorum að syngja. You deserve it all. Og það er einmitt þetta, þú átt þetta allt skilið því að þín er öll dýrðin. You deserve the glory. Þín er öll dýrðin. Og þegar við erum hér í þessu litla söfnuði í Keflavík að streyma út og láta ykkur heyra hvað við erum að boða, þá erum við ekki að boða okkur sjálf. Við erum ekki að boða okkur sem bestu kirkjuna, flottustu lofgjörðina eða allt svoleiðis sko. Við erum bara að boða það efni sem við vitum að er frá Guði komið. Þú veist, það er bara efnið fagnar erindi sem skiptir okkur öllu máli. Og ef að þú tekur við orði Guðs, þá mun orð Guðs umbreyta þér. Því að þetta er sköpunarkraftur Guðs. Komið með mig núna til að byrja með í Markúsar Guðspjall, til að fara með ykkur í 14. kapitula og ég ætla að fara með ykkur á þann stað þar sem Jesús stendur frammi fyrir Pílatusi. Og hann stendur aftur frammi fyrir því að þurfa að horfa á dómara sinn. Það voru réttarhöld. Og hvað hafði hann gert? Pílatus hann náttúrulega þvoði hendur sínar og sagði, ég bara finn ekki neitt rangt á þessu manni. En hann var dæmdur samt, saklaus. Hann var sýknaður en samt látinn fá refsinguna. Og Jesús stendur fram fyrir Pílatusi og játningin sem hann gefur er alveg mögnuð. Þetta er ein setning í Biblíunni og kannski lesum við þessa setningu yfirleitt svo hratt að við förum fram hjá innihaldinu. Við sleppum því. Komið með mér í vers 62, 62. versið. Og þetta Markús 14:62, þá segir Jesús, ég er sá og þér munu sjá mannssoninn sitja til hægri handar máttarins og koma í skýjum himins. Ég er sá.
Þá Pílatus einmitt að spyrja hann, spurningin auðvitað, ertu Kristur, sonur hins blessaða, æðstipresturinn spurði. Og þegar æðstipresturinn spyr, ert þú sá, ertu sonur hins blessaða, ég sá. Ég sá. Ég mannssonurinn, og þér munu sjá mannssonurinn sitja til hægri handar máttarins og koma í skýjum himins. Hver voru viðbrögðin? Þá reif æðstipresturinn gallann sinn. Og æðstipresturinn, hann gat ekki gengið fram fyrir Guð almáttugan öðruvísi en að vera í þessum prestaskrúða. Það var hans bani ef hann fór í sínum eigin fötum. Hann varð að vera íklæddur þessum skrúða, prestaskrúða sem Móse og Aron bjuggu til og var búið að fylgja þeim. Og þegar hann reif þennan prestaskrúða, þá var þjónustu prestakalls Arons lokið. Prestdómur Gamla testamentisins var búinn að vera. Þess vegna gekk Jesús Kristur í framhaldi af þessu inn vor vegna. Hann var hinn nýji æðstiprestur, ekki af Arons ættkvísl, heldur var hann mannssonurinn sem mætti fram fyrir Guði almáttugan með sitt eigið blóð fyrir þig og mig. Hann friðþægði fyrir okkur. Og mér finnst það svo magnað þegar ég horfi á hvernig Jesús Kristur kynnir sjálfan sig. Að þá get ég bara sagt, já drottinn, sannarlega má ég treysta þess og trúa. Svo til að fá að fara með ykkur í Jóhannesarguðspjallið, upphafið, 1. kapítuli Jóhannesarguðspjalls. Þar Jesús Kristur líka að kynna, eða hann kynntur. Jóhannes hann segir við okkur og talar þennan Jesúm og alveg stórmerkilegt. Þá segir hann, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til Í honum var líf, lífið var ljós mannanna, ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Hér Jóhannes að kynna Jesú. Jesús, hann kynntur fyrst sem orðið. Og hvað ekki fólkið í þessu þegar við tölum að hann orðið? Hann gekk út af munni Guðs. Allt skapað fyrir hann til hans. Og sjáu hvernig magnað þegar hann segir, hann var í upphafi hjá Guði. Þannig að við sjáum það var að draga fram fortilveru Jesú Krist. Hann var til áður en að María fæddi hann. Hann ekki bara jólabarnið. Hann mikið eldri. Og þegar Jesús Kristur talar við líka lærisveinana í Jóhannesi, sjáu þið ef við komum í Jóhannesi 10, þá Jesús að benda gyðingunum á að áður en að Abraham var til ég. Og þetta alveg stórmerkilegt að þetta skuli vera í Biblíun okkar að Jesús Kristur hann skuli gera sjálfan sig eða kynna sig svona sem hinn dýrlega og blessaða frelsara. Og ég trúi að við eigum að hafa þetta hjá okkur sem veganesti inn í framtíðina af því að við sjáum þessa þætti koma fram allar götur með Jesúm Krist. Hann var í upphafi, hann orðið og allt til fyrir hans og til hans. Þegar Páll postuli fer sínan bæði tyrknesku löndin og grísku menninguna, þá kemur hann til Kólossu. Og komið með mér í Kólossubrefið og það alveg stórmerkilegt efni sem við höfum þar í Kólossubrefinu 1. kapitula. Þá Páll einmitt að tala við Grikkina hver Jesús Og þá ómar þetta alveg eins og við sjáum í Jóhannesarguðspjalli. Hann orðið, hann upphafi. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Hann var þar. Og Páll segir við okkur í Kólossubrefinu 1, vers 15, hann ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allra sköpunar. Enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega, hið ósýnilega, hásæti, herradómar, tignir og völd. Þetta allt skapað fyrir hann og til hans. Og þetta stórmerkilegt að
öll þessi uppbygging og allar þessar tengingar sem við erum að tala þetta endandag í dag, tengingarnar í mannlegu lífi. Við hásæti, herðadóma, tignir og völd. Og hvaðan kom þetta? Allt saman frá Jesú Kristi. Þetta var skapað fyrir hann og til hans. Situr þú í ykkur hásæti? Situr þú í ykkur herðadómi? Þú með ykkur að tign? Þá þetta allt að fara til Jesú Krist. Þú ert að afhenda honum þessa þætti. Svo segir Páll líka, mér finnst alveg stórmerkilegt. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Hvað Jesús gamall? Hann fyrri en allt. Og ég hef svo gaman af því að fylgjast núna með websjónaukanum sem þeir eru búin að senda út í geiminn og þeir eru að sjá 13 milljarða ára aftur í tíman. Þeir sjá ekki mikla fell, en þeir sjá eitt sem mjög athyglisvert. Þeir sjá myrkur. Það var myrkur sem grúði yfir djúpunum. Og ef við förum þaðan í sköpunarsöguna, komið með mér aðeins í fyrstu Mósebók. Við geymum þetta með hásæti, herðadóma, tignir og völd, sem allt skapað fyrir Jesúm Krist. Þá sjáum við að fyrsta Mósebókin, fyrsti kapitulinn, þegar hún talar við okkur í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jesús var þar. Hann var þar mitt á meðal okkar. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpunum. Það var ekki ljós. Það var myrkur. Og það sjá þeir með websjónaukanum að þetta til staðar. Það eimir af þessum sporum. Fingraför Jesú Krist inni þar. Spor sköpunarinnar að sjá úti í geimnum. Skyldu menn ekki vera átta sig á því að nú Guð að senda þá aftur í upphafið. Það ekki miklu hvellur, það sköpun. Orðið framgekk af Guðs munni og þá varð allt til sem til orðið. Svo við erum að predika þennan Jesú. Jesú sem var við þetta upphaf. Jesú sem var með Guði að skapa himinn og jörð. Og það svo athyglisvert að þegar við förum aðeins lengra í fyrsta kapitulan og við skulum fara í 27. versið eða 27. versið, þá Guð að tala og það eins og þessi samtal milli þeirra. Og það segir, og Guð sá að það var gott. Guð sagði, sjáðu, hér eintala, Guð sagði, vér viljum gjöra mann eftir vorri mynd. Vér og vorri, þá komin allir fleirtala. Hvað þýðir það þegar Guð að tala við sjálfan sig og þá tala þeir saman? Vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd. Þessi breyting opinberun á því hvernig Guð til. Þess vegna segjum við trúum á Guð föður, Guð soninn og Guð heilags anda eða heilagan anda. Og þeim öllum ber saman og svo segir hann, svo sjáum við hvað þeir að gera. Það alveg stórmerkilegt. Vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, yfir fuglum loftsins, yfir fénaðinum, yfir villidýrunum, yfir öllum skriðkvikindum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau, karl og konu. Tvö kyn. Við erum búin að vera í baráttu þessi grunnatriði sköpunarinnar talsverðan tíma. Í fyrsta lagi þá hafa menn verið að ráðast á að Guð skapaði þetta á allt saman að þróun. Nú þróunarkenningin greinilega á mjög veikum grunni, á höllum fæti, en við teflum hér fram í Keflavík að Guð skaparinn okkar, hann talaði og það varð. Hann skapaði með orði máttar síns, hann gerði nákvæmlega eins og Jóhannes sagði í Jóhannesar Guðspjallinu, hann ómaði alveg eins og postuli í Kólussarbrefinu og við sjáum hvernig Jesús Kristur birtist okkur sem sonur dýrðarinnar. Hann hluti af Guði, hann Guð. Og það svo dásanlegt að við megum boða Íslendingum þetta, Guð skaparinn, hann bjóð þig til.
og þú ert bara afleiðing af orðum Guðs. Og þú getur séð allt í kringu þig. Hvort þú horfir til himins, skoða stjörnur eða rannsaka náttúruna, allt skapað fyrir hann og til hans og allt á tilveru sína í honum. Þú líka. Þú ert hluti af sköpunarverki Drottins. Svo stórmerkilegt í dag, þá skulum við vera með unglingana okkar í skólum, þar sem verið að ræna á þeirri hugsun að það til karl og kona. Hvaða brjálað þetta? Það verið að kenna börnunum að þau geta verið alls konar. Þau geta verið fjölbreytt og öll kynin og þetta kyn núna og annað kyn næst og ég man ekki hvað þau voru komnir með mörg kyn síðast, hvort það voru komin hátt í 100. Maðurinn, hann stendur frammi fyrir algjöru rugli ef að orð Guðs tekið frá honum. Guð skapa bara 2 kyn. Og vitið þið, þetta svo merkilegt. Ég valdi mér eiginkonu, eða ég hélt að ég hafi valið mér eiginkonu. Fyrir 50 árum. 50 árum. Og í dag þá ég og konan mín með börnum, tengdabörnum, barnabörnum og barnabarnabörnum 32 talsins. Þetta margfaldast. Og ég svo þakklátur Guði fyrir að ég á konu sem aldrei vildi eyða barni. Henni stóð 2 sinnum til boða. En hún sagði nei í bæði skiptin. Hún valdi frekar lífið. Og ég svo þakklátur fyrir þetta að ávöxturinn af þessum börnum sem átt að eyða, hann stórkostlegur. Og þvílík Guðs gjöf að velja rétt. Takk fyrir hérna mín. Þú gerði þessi rétt var. Og ég stoltur að þér og mjög ánægður. Ég segi það alveg svo ég fékk nokkra drauma áður ég giftist þessari konu. Einn draumur var þannig að mér fannst ég vera í herbergjum mínu á Hverfisgötu 50 og þakið var af húsinu. Ég horfði upp í stjörnubjartan himininn. Og skyndilega þá sé ég að ein stjarnan, hún bara fellur svona í fallegum boga. Það kemur svona gul rák eftir stjörnuna sem að falla niður til mín og eftir því sem hún nálgast þá sé ég að hún breytist í svona snúru sem var gjarnan notað fyrir fram að giftingarhringana í gamla daga. Og þessi snúra, þegar hún fellur á kantinn, þá fléttar hún orðið Brynja. Ég vissi henni nákvæmlega hvað þetta þýddi. Hún var mér ætluð. Haldið að Guð hafi setið puttana sína í okkar mál? Haldið að Guð leiði okkur saman? Haldið að Guð gerir það þannig að hann lætur þið vita hvað rétt í hverju stöðu? Ég held það. Það mín reynsla. Ég hef fleiri svona drauma í mínu lífi sem ég get bent til og sagt að þetta var greinileg Guðs handleiðsla í mínu lífi. Og ég mjög þakkláttur fyrir það að við eigum þessa trúa reynslu. Þetta gerði Guð líka við Faraó. Hann gaf honum drauma. Faraó skildi þá ekki. Þetta gerði Guð líka við Nebúkadnesar. Hann gaf honum drauma. Og Nebúkadnesar skildi þá ekki, jafnvel mundi þá ekki. Af því Guð, hann talar í gegnum sína spámenn. Hann opnar fyrir þér þekkingarbrunn. Hann opnar fyrir þig að þú getur leyst drauma og komið skilaboð til náungans vegna þess að ef hann ekki þekkir orð Guðs þá vekur hann þér upp Jósef. Jósef var settur á réttum tíma í ríki Faraós og hann kom með skilningin og hann kom með þekkinguna. Daniel var nákvæmlega eins. Hann var réttum maður á réttum stað þó hann hafi verið fangi. Hann kemur til Belsasar eða Nebúkadnesar og segir hvað þetta Nebúkadnesar? Akkurat að eyða öllum. Ég skal segja þér hver draumurinn og svo sagði hann honum drauminn og þýðingu hans. Hvað heldur að Guð geti ekki gert fyrir þig? Hvað heldur að Guð sé að leiða yfir Ísland? Þetta stendur á því að við erum að fá hvert óveðrið af öðru sem hefur það að gera að við sjáum að það jafnvel heilu byggðarlögin sem að leggjast í rúst. Við höldum að við getum ráðið þessu sjálf.
Ég ætla að ráða hvers kyns ég er. Ég ætla að ráða hverju ég trúi. Já, ég ætla frekar að taka mark á þróun heldur en sköpun. En þetta er allt saman skapað fyrir hann og til hans og allt á tilveru sína í Jesú Kristi. Þjóðin, hún er komin á þau spor að hún þarf að taka ákvörðun það hvort við erum kristin, fylgjum Jesú Kristi, höfundi sköpunarinnar eða við förum afvega og glötumst. Svo alvarleg eru málið. Svo skulum við fylgjast aðeins eftir. Hvernig stendur því að menn eru í dag að fara á móti sköpunarsögunni sjálfi? Halda að það sé allt í lagi og alveg sama. Hverju við giftumst, hvað við segjum, hvað við höldum, hvers kyns ég er. Ég get umbreytt mér og gert mig að einhverju frík. En hvað er drottinn? Jesus er svo sami. Hann er sami í gær og í dag og eilífð. Amen. Rétt til maður. Við skulum koma aðeins í 1. Mósebók 2:9 af því við erum ekki alveg stopp þar. Það er svo dásanlegt með þennan Jesú. Í kaplanum, öðrum kapitula, þá er sagan paradís hluti af okkar menningarsögu og trúarsögu. Og sagan paradís, hún segir frá því að Jesús Kristur, hann var í aldingarðinum. Og það sagt svona, drottinn Guð plantaði aldingarði Eden, langt austur frá, setti þar mannin sem hann hafði myndað. Og drottinn Guð lét uppvaksa á jörðinni alls konar tré sem voru girnilega á að líta og góð að eta af og lífsins tré í miðjum aldingarðinum. Þetta lífsins tré var Jesús Kristur. Hann var í paradís. Og Adam og Eva, þau gátu fengið og þau höfðu það val að vilja að eta annarkvort að lífsins trénu eða skilningstrénu. Þau völdu skatt. Veld þú lífsins tré. Ekki gera sömu mistök og Adam og Eva forfeður þínir. Veldu það sem rétt er. Veldu Jesú Krist, manns soninn. Veldu þann sem gefur þér eilíft líf. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna, sagði Jóhannes. Og við erum að standa frammi fyrir þessum Jesú Kristi sem á upphaf hjá Guði og tilvera hans er frá eilíf til eilíða og hann er hér til þess að mæta þér með orði sínu. Hann er ekkert endilega að standa hérna í allir sinni mild og allir sinni dýr. Hann tala til þín með orði máttar síns. Skilur? Tökum við orði hans. Svo skulle ég aðeins fletta. Ég skal bara rökstyðja mitt mál aðeins betur. Það er sagt að Jesús Kristur, hann hafi verið fyrir en Abraham og við ætla hans að fara með ykkur í sagði Jóhannes 10, nei Jóhannes 8. Jóhannes 8 og við skulum fara í hvar erum við? 58, trúlega. Já, það er hérna. Jóhannes 8, 58. Þá segir hann, Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist er ég. Áður en Abraham fæddist er ég. Og þar með móðguðu skýringarnir því að hann notaði sömu tjáningu og nafnið á Guði. Ég er. Og þegar hann orðar þetta svona, áður en Abraham fæddist er ég, þá náttúrulega verða menn alveg undrandi, ert þú eldri en Abraham, forfaðir okkar? Síðan hann var, þá eru liðin hátt í 2000 ár eða eitthvað svoleiðis. Hann var svona uppi 2000 ára fyrir Krist. Já, er ég. Og það er alveg greinilegt á því sem að guðfræði kristnina segir, að þegar Abraham kom til Melkisedeks og borgaði honum 10, valda 10, þá var Melkisedek konungur í Salem. Og Abraham hitti þar Melkisedek, sem þýðir bara konungur í Salem, og það er engin annar friðarkonungur heldur í Jesús Kristur. Þar með sjáum við að Biblían er að benda okkur á að Abraham hittir Jesú Krist án þess að þekkja hann.
Hann var þetta til staðar. Hann fylgdist með honum. Og hvað heldur að Kristur gerir í þínu lífi? Hann fylgist með þér líka. Ef þú stendur frammi fyrir einhverjum vandamálum, heldur að Jesús veit ekki lausnina. Bergsteinn Ómar, hann var einmitt að syngja þetta. Hann lausnin, hann svarið. Og þegar við syngjum þetta og segjum, hann lausnin, hann svarið. Hvað segir fólk þá? Svarið við hverju? Öllum þeim spurningum, öllum þeim vandamálum sem þú ert að glíma við. Hann svarið. Hans eru herradómarnir, tignirnar, völdin, staðanir. Hann svarið. Höfum við þennan skilning. Ég ekki alveg hættur. Ég ætla aðeins að fara með ykkur inn í annað sem merkilegt. Því að Stefán Píslavottur, hann að predika í Postulasögunni og hann talar til okkar og gyðingana á mjög kröftugan máta. Og ég veit að ræða Péturs, ræða Stefáns fyrirgefiði, kostaði hann lífið. Og þegar við komum í Postulasöguna 7, þá sjáum við hvernig ræða Stefáns var. Hann var að tala við gyðingana. Gyðingarnir sem áttu að þekka lögmálið og þeir áttu að þekka spámennina og þeir áttu að vita þetta allt saman. En þeir móðguðust því að trúarkerfið var að fara að taka yfir. Stundum er það þannig að við lendum óvart inn í að söfnuðir og kirkjur búa til kerfi. Og kerfið er mikilvægara heldur en boðskapur. En engillinn sem flaug hákolf himinsins, eins og sagt frá í Opinberunarbókinni, hann hélt á eilífum fagnaðar boðskap. Ekki kerfi. Það skiptir engu máli þó við höfum páfa. Við höfum enga þörf fyrir hann. Við þurfum ekkert af neinu aðeins að halda. Við þurfum engan biskup. Við þurfum engan öldung. Nema að þessi menn, þeir fari í að hásætir, herradómar, tignir og völd lúti Jesú Kristi. Þá erum við með þetta á réttum stað. Ef við ætlum að búa til einhvern valdastruktúr, þá erum við að fara afvega. Og gætið af ykkur, látið þið engan mann ná þeirri stöðu í ykkar trú að þið dýrkið hann. Að maðurinn hefur séð Jesú, maðurinn svo blessaður af Guði og maðurinn ætlar að leiða ykkur. Það er aðeins einn sem á að leiða ykkur. Hann heitir Jesús Kristur, sonur Guðs. Og hann leiðir ykkur með orði sínum. Hann sendi þér aðstoð, hann sendi þér hjálpara, hann sendi þér menn sem rifja upp orði eins og bara þessi prediku sem nú þetta á að vera ykkur til aðstoðar. Ekki til þess að ég sé betri öðrum, heldur bara til þess að við rifjum hvaða arf við eigum. Hver er kenning þess að safnaðar? Söfnuðurinn hann snýst það að orð Jesú Krist og Jesús Kristus sjálfur. Hann mannssonurinn, hann Guð, hann frelsarinn, hann vegurinn og hann vill leiða okkur til sín. Og það sem hann þar eigum við að vera. Þið mér alveg segja amen. En þið þurfum bara að vera sammála því í hjarta ykkar. Þegar kemur amen út frá ykkar vörum, þá veit ég að þið eru að segja já drottinn, svona skal þetta vera. Og Stefán heldur áfram að predika. Og Stefán predikar, nafnið Stefán, því sigur kóróna. Og ég tek eftir því að sumir sem að stunda íþróttir, þeir vilja endilega vera í sigurliðinu. Kannast þið Elmar? Þið vilja ekki tapa. Og þeir sem í marki, þeir vilja geta varið. Þeir vilja fara á bekkinn þar sem að sigur kórónan kemur. Og sigur kóróna í hebrísku Stefano. Svo Stefán, sigur kórónan, hún predikaði. Og við skulum fara í Postulasöguna, 35. versið, og Stefán hann talar. Þennan Móse þeir afneituðu með því að segja hver skipa þig höfðingja og dómara. Hann sendi Guð sem höfðingja og lausnara með fulltingi engilsins. Sjáu þið, honum birtist í þyrni runnanum. Það var Móse sem leiddi það út og gjörði undur og tákn í Egyptalandi, í Rauðahafinu og á eyðimörkinni í 40 ár. Þessi sá Móse sem sagði við Ísraelsmenn, spámann eins og mig mun Guð uppvekja, yður einn af bræðrum yðar. Hann sá sem var í söfnuðinum. Með englinum við hann talaði á Sínaí fjalli. Hann sá.
Hver birtist Móse í eldloganum eða í brunnanum? Það var Jesús Kristur. Hann birtist honum til þess að segja Móse, nú komin tími til að ég skal leiða ykkur út úr mesta þrælahúsi sem til var í veröldinni þá. Og vitið þið, sagnfræðilega séð, þá er þetta fullkomnasta þræla uppreist sögunar. Vitið hvernig menn fá það út? Þeir voru allir þrælar og það var eitthvað sem kom yfir ríki Faraós að hann raka á alla út. Og það er álitið að 2 milljónir manna hafi farið út á einni nóttu. Daginn eftir, það rankar Faraó við sig, það eru engar vinnandi hendur eftir í landinu. Engar vinnandi hendur. Alla skurðgröfur og allt svoleiðis, jarðýtur, allt farið. Ísraelsmenn sem voru þrælar, þeir sáu alla vinnu. Þeir fóru á einni nóttu út úr Egyptalandi. Og Faraó, hann fékk á aldrei aftur. Hvað heldur þú að Guð geti gert í þínu lífi? Ef þér finnst þú vera þræll, ef þú ert í áþján og þú veist að þetta er bæði andleg áþján, þetta er djöfullinn að reyna að þrykkja þig niður og við finnum kringumstæður okkar. Það er verið alltaf að segja við okkur, það er skattalækkanar á Íslandi, það er þetta á Íslandi, það er svona mikið betra efnahagskerfið á Íslandi. Finnur á budunni þinni? Sér það í heimili þínu? Finnur á bílnu þínu? Finnur það þegar þú ert að taka olíu eða bensín? Að allt er þér í hag? Nei, þú finnur akkurat öfugt. Launin duga minna. Og stjórnmálamenn þeir segja, við getum bara ekki það þessu gert, þetta bara kemur erlendis frá. Og við vitum ekki hvaða ráð þeir hafa, en eitt er alveg öruggt mál. Þeir kunna hækka þau vexti. Þeir kunna sjúga peningan á budunniðinni. Það kunna þeir. Og þú ert í samskonar þrælahaldi. Og Ísraelsmenn í Egyptalandi. Hvað heldur að Guð geti gert í þínu lífi? Og hvað þarf hann að gera til þess að þú finnir fyrir þeirri lausn að hann er lausnar þinn og frelsari? Ég er hér vel að vera búinn. Svo heldur hann áfram. Hann var með þeim, hann var fulltingi engilsins, hann var með þeim í söfnuðinum í eyðimörkinni og Stefán hann útlistar þetta fyrir þeim að Jesús var með Móse úr þrælahúsinu og hann hélt áfram með þeim í dýrð. Og þegar þeir kom út úr eyðimörkinni 40 árum síðar, þá sáu þeir hvorki skórnir á fótunum eða fötin okkar slitnuðu. Þau uxu með börnunum. Það var gott að geta gefið börnunum bara barnaskó í gamla daga, svo bara uxu skórnir með fætinum. Við erum að tala undur og stórmerki sem fylgir þeim sem skapaði himinn og jörð. Og þessi aðili, Jesús Kristur, sem skapaði himinn og jörð, það var hann sem kom í þinn stað til að taka þína synd á sig. Það var hann sem stóð frammi fyrir Pontiusi Pílatusi. Það var hann sem stóð frammi fyrir æðstu prestunum. Og það var hann sem móðgáði á svo að þeir rifu klæði sín og þeir sögðu krossfestið hann, krossfestið. Hvað segir við? Nei, ég finn ekki að hlusta á þessa presta. Ég er nú ekki sama sinni svo þeir hérna í Keflavík. Nei, ég vil eitthvað annað. Við erum með orð sannleikans. Að síðustu. Komið með mér aðeins í orðskviðina, því að ég ætla að fara fyrst í fyrra Kórinthubréfið. Því að Páll postuli það er svo skemmtilegt hvernig hann kynnir fyrir okkur Jesús Krist. Hann kynnir í Kórintu, þá segir hann Jesús Kristur er kraftur Guðs og speki Guðs. Kannast þið vita? Það er fyrsti kapitúli, 24. vers. Það er alveg frábært hvernig hann kynnir fyrir okkur Jesús Krist. En við predikun Krist krossfestan, þetta er 23. versið. Gyðingum hneykslu og heiðingum heimsku, en hinum kölluðu, bæði gyðingum og Grikkjum, Krist, kraft Guðs og speki Guðs. Þetta er staðan hans. Orð hans er speki. Og ef þér finnst þú vera vittlaus og hafi ekki alltaf hreinu, ef þér finnst vanta einhverjar heila sellur í hugaðinn, taktu orð Guðs þangað inn. Athuga hvort að orð Guðs skapi ekki nýtt vit.
Athuga hvort að Guð gefi þér ekki það sem að þið einmitt vantar. Og kraftur Guðs og speki Guðs er mjög gamalt hugtak. Og ég ætla að fara með ykkur í Orðskviðina 8. Þar er Salómon konungur, við segjum að hann hafi samið Orðskviðina og búið á til eða safnaði saman. Það getur vel verið að þetta sé sama safn úr öðrum þáttum og hann bara nýti sér þessa speki og heill kafli í Orðskviðunum ber yfirskriftina speki Guðs. Og við getum eiginlega sagt frá eiginlega 1. kapitula og til 8. og kapla 9 þá er speki drottins að tala. Því sjáum við 1. kapitula og 20. versið þá er sagt spekin kallar hátt á strætum. Hver er þessi speki? Samkvæmt Kórinthubréfinu þá er þetta Jesús Kristur. Speki Guðs. Og í 8. kapitula, ég ætla bara að fara með ykkur frá versi 26. Mér finnst það alveg dásamlegt vers eða dásamlegu kapli. Ég ætla að fara með ykkur 26 til 36. Þá segir hann, áður en hann skapaði völl og vengi og fyrstu moldarkekki jarðríkis, þegar hann gjörði himininn þá var ég þar. Þegar hann setti hvelfinguna yfir hafdjúpið, þegar hann festi skýin uppi, þegar uppsprettur hafdjúpsins komust í skorður, þegar hann setti hafinu takmörk til þess að vötnin færu í lengra en hann bauð. Þegar hann festi undirstöðu jarðar, þá stóð ég honum við hlið sem verkstýra. Ég var yndi hans dag hvern, leikandi mér fyrir augliti hans alla tíma. Leikandi mér á jarðarkringlu hans og hafði yndi mitt af mannanna börnum. Og nú þér yngismenn, hlýði mér, því að sælir eru þeir sem varðveita vegu mína. Hlýðið á aga, svo þér verði vitrir og látið ekki sem vindum eyru þjóta. Sæll er sá maður sem hlýði mér, sem vakir daglega við dyrnar mínar og geymir dýra stafa minna. Spekin er að tala. Jesús Kristur er með skilaboð. Þú finnur þau í Orðskviðunum 8. Skildi það vera að þetta væru orðin sem að þyrfti að komast inn í skólakerfið á Íslandi í dag? Skildi það vera að þetta orð mætti læra hjá börnum okkar lands? En það voru alþingismenn og ráðherrar sem ákváðu það að afnema frá börnunum kristifræði kennslu. Skoðið það. Það er ekki alveg sama hvert þið kjósið á þing. Það er ekki alveg sama hvert þið styðjið. Því að það er fólk á alþingi sem vinnur gegn því sem að heitir orð fagnaðarerindisins, orð sköpunarinnar og Jesús Kristur, sonur dýrðarinnar. Við erum aftur á móti þeim megin að við tökum mark á því sem hann segir. Því við sjáum að hendur hans hafa verið í sköpunarverkinu frá upphafi til þessa dags og innan skamms. Innan skamms. Þá mun hann koma í mætti, veldi og í mikilli dýrð. Og ég ætla að ljúka máli mínu með því að benda ykkur á hvernig Opinberunarbókin byrjar. Opinberunarbókin er síðasta bók Biblíunnar. Ég fegin því að það er enginn fann að rétt upp hendina og kíkja á hvað klukkan segir. Sjáu þið hvernig Opinberunarbókin byrjar. Síðasta bók Biblíunnar. Og það eru fyrstu versin í 1. kapitulunum. Opinberun Jesú Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónum sínum það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn, let hann kynna það Jóhannesi þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesú allt það hann sá. Sæll er sá að les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita þau sem í þeim er ritað, því að tíminn er í nánd. Jesús Kristur. Hann sendi þér skilaboð til þess að þú megir þola enn, þreyja aðeins lengur, horfa aðeins fram á veginn. Sá sem var með í upphafi sköpunarinnar, hann vil hafa þig með í endurkomu sinni. Hvað segir þú? Amen. Viltu vera með honum? Því þetta eru skilaboð til okkar. Hann skapaði allt til sín með orði máttar síns til þess að við séum með honum. Þegar ég færi burt og hef búið í stað, þá kem ég aftur og tek ykkur til mín til þess að þér verðir og með mér alla tíma. Við erum að tala um Jesúm Krist. Megi hann ná tökum á okkur,
megi hann verða þessi herra og drottin sem á hásætið, herradómana, tignirnar og völdin í okkar hjarta. Megum við segja við hann, drottin, þú mátt eiga allt það sem að mér finnst vera stolt, mér finnst vera flott, mér finnst vera eftirsóknarvert. Þú mátt eiga það. Ég vil fá að eiga þig. Þú mátt eiga mig. Við skulum biðja saman. Jesús minn. Þakka þér fyrir að við megum útlista orð þitt. Og þú hjálpa okkur til þess drottin að vera knúin af anda þínum til þess að tala það orð sem að þarf að heyrast hér á Íslandi til þess að venda okkur frá sérhverri myndins illa. Og nú drottin þegar við vitum að elskaði Herra að þjóðin hún hefur ekki gætt sín og syndirnar það hlaðast upp hjá þjóðinni, hjálpa henni til þess drottin minn að fá predikara og fá presta sem tala orð lausnarinnar og orð sannleikans til þjóðarinnar. Svo þjóðin megi snúa sér og í stað þess að fá dóm og óæri drottin minn og óáran, þá megi hún fá frið þinn og fögnuð. Og drottin ég bið líka að við megum játa syndir okkar fyrir þér og við megum segja við drottin, taktu mig eins og ég er. Fyrirgefðu mig syndir mínar og gerðu mig manni eftir þínum vilja. Í Jesú nafni. Amen. Og ná drottins og Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum. Amen. Takk ykkur fyrir góða áheyrn. Ég er ekki alveg búinn, en ég er hættur bara núna. Það verður meira næst. Gjörðu vel, Kitty mín. Drottinn blessi ykkur. Þig blessi og verndi, auglýt Guðs lýsi á þig og hann veitir þér náð á sjónum, upplyfti og gefi frið. Þig blessi og verndi, auglýt Guðs lýsi á þig og hann veitir þér náð á sjónum, upplyfti og gefi frið. Amen.
hans veldi vera með þér, hverri kynslóð fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Megi hans nálægð vera með þér, allt í kringum, innra með þér, hann með þér, hann með þér. Snemma morgni, seint að kveldi, þú kemur, þegar ferður, þú grætur, þegar gleðstur, hann þig styður, 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 hann þig styður. Texti, hann svo sterkur. Hann segir allt sem segja þarf. Megi hans nálægð vera með þér, þér að baki og við hlið þér, allt í kringum, innra með þér. Hann með þér, hann með þér. Með þessum orðum ljúkum við samkominni hér í dag og biðjum Guðs blessunar yfir þig, yfir fólkið þitt, heimilið þitt og allt sem þú tekur fyrir hendur í vikunni. Og megi þú vera blessun í vinnunni þinni, í skólanum og heimilinu, með vinunum þínum, með fólkinu þínu. Að blessun Guðs megi fara undan þér og fari með þér alla tíð. Amen. Þetta svo magnað hvað blessun Guðs getur gert. Bara eitt lítið bros til náungas getur breytt öllu. Munum að verum erindrekar Jesú Krists og verum ljós fyrir hann í vikunni. Amen. Drottinn blessi ykkur.